maí. Fundargerðir íþrótta- og tómstundaráðs frá því 9. maí, fundargerðir mannréttindaráðs frá 25. mars og 8. apríl og 7. maí, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá því 7. og 14. maí, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá því 7. og 14. maí, fundargerðir velferðarráðs frá því 15. maí. Fleira telst ekki, enginn hefur hvatt sér ljós undir þessum dagskrárliðum, telst umræðu lokið. Við höfum eftir að lesa upp bókanir fyrir hönd Samfylkingarinnar. Bjartra framtíð. Ég er Ameríkani, ég má tala ensku. Ég ætla að biðja einhvern að koma hingað upp og kynna bókun undir fjórða dagskrárlið, ekki satt? Fjórða. Gjör svo vel. Forseti borgarfulltrúar, ég kynni hér gagnbókun borgarfulltrúa Bestaflokksins / Bjartrar framtíðar og Samfylkingarinnar sem hljóðar svo: lánastarfsemi Reykjavíkurborgar við úthlutanir á lóðum er hugsanlega barn síns tíma. Ný lög neytendalán leggja miklar og ríkar skyldur á herðar lánveitenda. Er það mat sérfræðinga borgarinnar að umfang slíkrar lánastarfsemi sé það lítil að það réttlæti ekki að byggja upp nauðsynlega sérfræðiþekkingu til að sinna þessari starfsemi. Tillögunni er vísað til borgarráðs til frekari skoðunar, en jafnframt er eðlilegt að þeirri spurningu sé velt upp hvort slíkri lánastarfsemi sé ekki betur komið hjá almennum lánastofnunum. Takk fyrir. Þá hefur Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við það að kynna bókun undir fjórða dagskrárlið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið klukkan 17:39. Segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.